Jæja. Heyrðu, verið þá hjartalega velkomin. Þetta er þá þriðji fundurinn okkar og enn erum við fullt af fólki. Við ætlum að taka fyrir í dag skilaboðakerfið. Það er svona þema dagsins. Það er sérstaklega annarlegt að hafa fulltrúa heilsugjörðunarina með okkur. En eins og við vitið þá nær skilaboðakerfið út fyrir landsbyggðina. Það tengist raun öllu landinu. Þannig að það er fullt af möguleikum í boði og skemmtilegi hluti sem að gætu gerst með ykkar aðstoð. Fyrst langar mig aðeins að staldra við og heyra svona hvernig gengur. Ég gerði þessa könnu eins og þið tókuð eftir og svöruð og ef við bara aðeins rennum hérna yfir. Hvernig gengur þetta slakk? Jú, það er svona virðist vera helmingur sem er ekki alveg að ná tökum á þessu. Og ég ætla kannski aðeins að renna yfir grunnatriðin aftur þegar mér finnst svo mikilvægt að við höfum þetta samskiptatól. Það er svo þægilegt að spjalla saman og tökum það á eftir. Nú, ég veit hvað er að finna leiðbeiningar heilsugáttar. Svolítið hýsaður 30% hópur sem er ekki alveg örugg á því. Og það er svo mikilvægur hluti af þessu að þið hafi leiðbeiningar aðgengilegar. Vegna þess að við erum að nota þær til þess að hjálpa ykkur að fara út á deildi. Þið getur henni til dæmis byrjað bara að sýna myndband úr leiðbeinum eða þið getur byrjað einhvern texta og vitnað í leiðbeinunar. Nú, hvað getur fundið upptökur fyrir fundum? Það er aftur í stóðskjalinu sem að ég fann að ekki allir voru vissir hvað er. Stóðskjali er aðalskjalið í verkefninu. Það er bara eitt skjal sem að ég vil að þið vitum, það er stóðskjalið. Þar er að finna útgangspunktur fyrir allt hitt. Og ég ætla að sýna ykkur það á eftir þá hvar við finnum það. Og ég hef upplifað góða samvinnu við stjórnendum minna deildarverkanið, þar er stór hluti. Þetta er bara meðangur ég hafði vonast eftir og þetta finnst mér gaman að sjá. Ég ætla að lesa óbeint út úr þessu að stjórnendur hafi bænt ykkur að þetta verkefni getur skilað góðum hlutum. Ég finn frá áhuga starfsfólk sem minni að nota betur heilsugátt já og sæmilega segja flestir. Og það er bara mjög gott. Við fórum hérna, við spurum síðan svona textaspurninga ávinninga þegar einlega heilsugátt. Ég ætla ekki að lesa allan listan en það er svolítið gaman að sjá hvað eru sömu hlutir að koma inn aftur og aftur. Spara tíma, styttra betri boðleiðir, tímasparnaður, hraðara kerfi, betri yfirsýn, samræming, aðgengi upplýsinga, öryggi sjúklinga. Þetta er svona frasi sem að kemur endurtekið fyrir í svörunni. Og eiginlega samantekið lesið út úr þessu hjá okkur að þeir að sjá mögulega á að auka hraða í vinnunni ykkar, þeir að auka sjúklingaöryggið og þeir að spara tíma. Þetta er nákvæmlega það sem við viljum að heilsugátt skilji. Helstu hindranir. Hef ekki haft nægilegan tíma til að kynna verkefnið og komast ég fljótlega. Tímaskortur er áberandi hjá flestum ykkar. Erfiðlega gengur að fá alla til að nýta sömu leiðinar sem að kemur aftur að þessu hérna sem einn orðaði svo fallega tölvufælni í röskun. Það glímum við líka við. Það er að segja að þeir eru margir að kenna og innlega en þetta hefst á endanum. Og það sem að kannski hjálpa svolítið þessu verkefni er að við höfum kynnt það sem við erum að gera svolítið sem gulrót. Það er að segja að við erum ekki að kynna enn eina nýjunguna sem fólk verður að nota, heldur við erum að kynna eitthvað sem að hjálpa fólki. Það er alltaf mínu upplifun þegar ég er að kenna það, það er allir sammála um það, þessi litlu hluti sem að búið til að gera vinnuna þægilegri, öruggari, árangursríkari og það er að notum þessa gulrót til að koma þessu til að eiginlega. Aðgangsmál og tölulæsi, fólk er ekki opið fyrir breytingum. Það er líka mikið talað aðgengi að tölvum og það er kannski einn punktur í því að það eru ekki hlut sem að pantar tölvur, það eru stjórnendum deilda. Þannig að ef að þið talið við ykkar stjórnendum nefnir við að það vanti tölvur, þá er það yfirmenn ykkar sem að hafa ákveðnaði að sjá þess að tölvur sé á réttum stað og næra mikið tölvur. Sumum deildum er ekki nægt pláss fyrir tölvur og það er svo sem lítið að gera við því, við varum að bíða eftir nýri byggingu en þið vitið að stjórnendur verður lykillinn í þessu.
Ég fara á pantan og vefu til að panta það. Já. Ok, þannig almennt finn ég bara fyrir ánægju með það sem að gerast og ég finn að það tímaskortur en við erum komin 2 mánuði inn í verkefnið. Ég held að þetta sé bara nákvæmlega sem maður búist til þessum tíma. Páll, ég veit að þú ert alltaf í tímaskorti, þannig að þú lega að koma að lega Já, komið í sæl. Það er gott að sjá okkur svona mörg hérna og í verkefni sem að ég hef fylgst með að ég er spenntur og að miklum áhuga. Það skemmir eftir ekki fyrir að þú ert nú í næstu skrifstofu með mig eiginlega. Ég kemst ekki hjá því að heyra reglulega fréttir af þessu og það er bara mjög jákvætt. Ég sá að áhyggjur ykkar af þessu verkefni lúta dálítið af því að það vill vissulega betri vinnuaðstæður en það vill ekki breyta neinu. Það er eins og hérna Peter Toss sem var frægur þarna raggi snillingur sagði sko everybody wants to go to heaven but nobody wants to die first. Það er dálítið vandinn. En það er ykkar verkefni náttúrulega og ég fattast ekki að fólk úr heilsugæslunni hérna. Þarna það er líka ákveðið vandamál að innleiða breytingar og hafa þolinmæði og trú og traust og þetta er mjög flóknir hlutir sem ofta verið að koma til skila og eflaust við ramma reynt að draga en ég veit að þið þekkið það betur en ég. En þetta er nú það sem að lífi gengur út á í heilbrigðisþjónustu, það er að breyta hegðun fólks, yfirleitt sjúklinganna okkar en líka starfsfólksins og þið eru náttúrulega í því verkefni að breyta hegðun starfsfólksins þannig að það nýtir sér þetta tæki sem við erum komin með sem er alltaf eftir það sem er heilsugátt. Til lengri tíma þá ég fór á svona ráðstefnu með Birni hérna, Jónssoni og Davíð og fleirum í fyrra upplýsingatækni sem var nú stærsta ráðstefna sem ég farið á því það var 45.000 manns þar þannig að það var eins og bara á þjóðhátíð sko eða á 7. júní niðri í bæ en sem sýnir kannski gróskuna og hvað þetta er verið mikinn áhuga þessu málum. En það sem var sláandi var það að þar sem að upplýsingatækni er komin lengst og þessi rafrænu kerfi þá í rauninni gjörbreyta þau algjörlega því hvernig við vinnum. Þau stuðningurinn við það að veita góða þjónustu og að draga líkurnar af mistökum er mjög mikil. Og í rauninni maður hugsaði mjög sko við erum dálítið mikið og völd því að laga okkur að kerfunum. Stað þess að kerfin lagi sig á okkur og vísa okkur beinu leiðina að besta praxis. Og það sem að lengst er komið, þar eru þessi kerfi á þann hátt að þau veita mjög mikið stuðning við öryggi og einfalda mjög hlutir. Ég held hins vegar og ég hef heyrt það frá til dæmis yngri læknum sem hafa kynnst kerfum erlendis og eru síðan að koma aftur hingað heim. Að heilsugáttin sem að hér hefur verið samin, hún er að veita mjög mikið, hún er að veita mjög marga fítusa og er mjög að mörg leyti notendavæn með það sem fólk að venjast oft dýrari kerfum erlendis. Þannig að allavega næstu árin þá er okkar markmið það að byggja út og styrkja heilsugátt. En þetta ábyrgda fólk sem er á hlut getur að eilífu verið að gera eitthvað en ef að nýjungar af fólk ekki skila og ekki stundar af fólk sem kann býsna með kerfið þá er það einskís. Þannig að ofurnotendur eru algjör lykil aðili í því að við náum ábatanum af heilsugáttunni sem er þá meira öryggi og betri þjónusta og tímasparnað. Það gleymist þegar við erum að ræða flæðismálin að það er aldrei nefnt sko þegar við erum að leita lausnum við flæði en það er nú sann staðreind að öflug heilsugátt á það hefur þar ákveðnum hlutverk að gegna. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur þannig að bara vonandi eigið góðan fund og gangi ykkur vel. Gaman að segja að sumir aðstöð í Las Vegas eru vist margar stóru aðstöðunum. Það eru 2 svona stærri þessu sem við fórum á. Það er annars vegar NASCAR ráðstefnan og hins vegar brúðkaupsljósmynda ráðstefnan. Ég með það að tala það.
Heyrðu, þá skulum við aðeins skoða eftir slakkið. Þið hafið mörg komið í símana, veit ég, og hvort að ég held að sé eiginlega öll sama virknin þar. Sem erum með símana, við samanlega það, eins og í tölvunum. Kannski það bara þægilegast að hafa þar, þá fyrir ekki að skrá okkur inn á tölvunum. En það allar þessar fleirnámsskrákurinn sem allir geta gert sem með Landspítala netfang og notabene heilsugæslan hefur líka aðgang, eða sem við getum gefið ykkur aðgang til að þið á. Þá eru rásinar hérna og við erum með slatta rásum tengt ofinnotendaverkefninu og en almennt þessi almenna rása sem við chit-chattum það sem að gerast. Ég sendi tilkynningar reglulega. Björn Jónsson og Karl, forritarinn okkar, einn af forritunum okkar hafa aðgangar rásinu þannig að þarna hafið mögulegt að fá feedback eða með einhverja brennandi spurningar eða við spyrja hópinn þá þetta kjörin vettvangur til þess að fara og spjalla á. Og ég veit ekki, það svona, ég sé að fólk svolítið að spara orðin en ég vil endilega að fólk spjallum heim og geipa bara að spara notifications. Það það sem að truflar ef það mikið notifications en það alltaf að spjalla eins og við viljum, það truflar engan. Og það betra að þið gerir það spjallið reglulega til þess að kynnast hvort öðru og áttu gráði hvað hver að gera. En svo þessar rásir sem eru fyrir hvert og eitt verkefni. Þá til dæmis geðhópurinn með sittverkefni á ONG og heilsugæsla einn hópur sem var settur á stað innskriftamiðstöðinni með sitt spjall hérna og það notabene að gerast mjög spennandi hlutir. Ég sé ekki innskrift á fólkiðinni, þetta Sveinn sem að leiði það verkefni Sveinn, hann ekki með í dag en þar að gera spennandi hlutir með því að nota tímalínu með því að bæta skráning og svo framvegis, þannig að rásin hjálpar okkur mikið í að leiða þetta verkefni. Kirkjan með sinna rás, röntgenhópur með sína rás og svo sokkarásin. Ef einhvern mann leiðist á mánudegi þá getið þið sett mynd og sokkum. Þetta fyrst og fremst þess að læra hvernig að nota slakkið. Þannig getið þið sagt hvað þetta sem veikingir ráður fyrir. Það hérna, ef við fyrir inn á ON almennt, það var hérna hægra megin. Kannski það opið þegar opnir rásina en hérna opnið þið svona meira upplýsingar rásina. Þar koma pinned items. Þar mikilvægasta skjal allra tíma sem heitir stóðskjal ofinnotenda. Þarna finnið þið það. Ef að þið nota ekki slakkið þá endilega setið þennan link hérna í favorite sjálfur. Þetta það sem þið viljið hafa aðgengilegt. Í stóðskjalinu kynning á verkefninu. Örstutum hvað verkefnið að gera á hverju. Í skjalinu síðan listi yfir ofanöldur. Það getið séð, getið séð alla sem eru með í verkefninu frá hvað deild og svo framvegis. Svo erum við með yfirlit kennslufunda. Þar eru fundir sem við erum að halda og eftir hvert fund setja ég linka inn í fundina á glæfur og upptöku af fundinum. Ég að taka upp þennan fundi sem alltaf hina, en ef einhver missir af fundi þá getið ég séð það þarna. Þið getið líka að senda á eitthvað stjórnfundur ef þið viljið leyfa þeim að sjá eitthvað sérstaklega. Þið hafið þetta allt annað. Og aðeins slakkið fyrir þá sem eitthvað óöryggir, þá erum svona fyrst grunnleiðbeiningar, hvernig að skrá sig, hvernig að komast inn í þetta og það eru líkar á ítarlegri leiðbeiningar, hvað má ræða, hvaða rásir eru í gangi og svo framvegis. Og helstu IT-tól, ef ég hef tíma þá ætla að fara yfir það hérna eftir svona nokkur tól sem getur hjálpað ykkur í verkefninu, en hérna listi yfir þau í þessu skjali. Þetta stóðskjalið, þannig að endilega hafið það aðgengilegt eins þar. Eitthvað fleira sem þú segir slakkið, eitthvað sem vilja spurja slakkið. Þá var pælingin að fara onni í skilaboðkerfið sem eins og segir þemadagsins. Nú, kannski gaman að sýna fyrst að notkunin á skilaboðkerfinu mæld og
þetta er ekki langt tímabil, þetta marsmánuður hérna. Við sjáum að það er alveg stöðugur stígandi hérna. Við erum alltaf að sjá nýja toppa á því og þegar fyrsti fundur fór á staðinn í byrjun febrúar þá kom eitt stærsta störki sem við nokkuð að segja. Sem segja að þið eru að skila árangri út af deildinni. Svo er það notum texta sem er á tímalínu og það sama með tímalína, hún er að aukast vektor og við erum alltaf að sjá nýja toppa þar. Daví, getur slögt ljós og sér svo bíklega? Svona. Ég er með mér í dag Karl Thoresen sem er einn af foreldrarnum í hópnum. Hann ætlar að hjálpa mér aðeins að leikur gegn skilaboðakerfið og hann forritar það að miklu leyti og Karl er mjög áhugasamur. Hann hefur fengið margar góðar hugmyndir sjálfur, búið að framkvæmda sjálfur og ekki síst vegna þess að hann heyrir ábendingar úr klíningunni. Hann er svolít sem er aftur grunnhugmyndina heilsugátt, af hverju þessari velgengni heilsugátt. Við erum að hlusta á klíningina og móta hugmyndir og verkefni úr því sem að þið óskið eftir. Og Karli hefur hjálpað mikið með það. Það er reynd kannski þetta aðalpunkturinn bak við heilsugáttina hefur alltaf verið að þetta er tölvukerfi sem á 100% að vera fyrir klíningina, sem auðvelda ykkar störf, algjörlega. Þetta er ekki eitthvað þar sem við reynum að hendir einhverjum sniðugum hlutum sem við höldum að séu sniðuð tæknilega. Þetta er alltaf byggt á því að það kemur einhver þörf, við fáum ábendingu einhvers staðar frá og við reynum að útfæra hana snöggt og örugglega. Þannig að alltaf ef þið eru með einhverja skemmtilegar hugmyndir, eitthvað sem er hægt að bæta, eitthvað sem er að tefja, bara senda þeim skilaboð, annaðhvort í spjallkerfinu í heilsugátt eða á slakkinu þessari, eða eitt að senda ábendingu. Við svörum alltaf. Við þykjum með þökkum allar ábendingar. Bara að þið vitið alveg. Já. Og talandum, þá skulum bara vinda okkur inn í spjallkerfið að inn í heilsugáttinu er það opnað út frá þessum litla íkon. Þá opnum við aðeins spjallglugga, þar sjáum við lista yfir rásir og svo segjumstu einkaskilaboð sem ég hef móttekið. Einkaskilaboð þarf kannski ekki að útskýra mikið, þið þekkið það sem flest úr Facebook-umfjölun ykkar eða einhverjum öðrum forritum. Þetta er bara tveir notendur að spjalla saman. Og vegna þess að þetta er lokur ástækja einstaklinga, þá getið þið rætt hvað sem er jafnvel sjúklingamálefni, það er ekkert viðkvæmt við það. Þetta er hluti af klínísku vinnuumhverfi og ástæðan fyrir því að við getum notað viðkvæmt spjall þarna er að þetta er gengt rafrænt, þetta er dulkóðað, þetta er undir öruggum hatti heilsugattar. Það er kannski líka nefna að fyrir utan að þetta sé öruggt spjallkerfi, þá er þetta gengt bara hjá Landspítalanum. Þetta er ekki verið að senda út til Ameríku eða Þýskalands eða eitthvað, þetta er bara gengt dulkóðað hérna innan hús. Góður punktur, eins og Google Hangouts, það er náttúrulega gengt á erlendu server, þannig að það er alls ekki í lagi að spjalla sjúklingar þar. Nú rásinnar er kannski aðeins flóknara konsept, en á mörgu leyti þá erum við að byggja það á slakkhugmyndinni. Það er að segja að það sé fullt af opnum rásum sem allir geta tekið þátt í, en eru síðan mótaðir í kringum verkefnin sem er í gangi. Og til dæmis er þá heilsugattarásin ein slík að þar hafa margar ábendingar dottið inn til Kalla og félaga og við fengið alls konar ábendingar hérna frá klínískum notendum og sumt af þessu hefur verið bara lagað daginn eftir að hérna samdægurs og eitthvað sem þú vilt segja þetta hvað ég? Já, það er kannski einn til að þið sjáum, veit ekki hver ykkar hafa verið að senda þarna inn eða senda skilaboð þið sjáum heilsugátt einn sem svarar, það eru bara forritararnir hjá heilsugátt. Þannig við erum alltaf að vakta þessar á kvöldi líka, við fáum tilkynningar og allt bara leiðar og við reynum að svara strax. Ef það er eitthvað sem er að brotna eða eitthvað sem er ekki að virka, þá bara förum við inn og lögum það strax. Bara undir eins. Þannig endilega bara láta vita. Þannig við þessum að heilsugátt einn að það eru forritararnir.
Hérna í rásinni get ég smerkt á heimskátinn, þá opnast prívatspjallið með heimskáttinni. Eitt sem að fólk gæti notað er praktískt, að þið geti gerst áskrifendur á rásum. Þannig að ímyndið ykkur að þið viljið vita að það eitthvað að gerast á tiltekinni rás. Það getur verið ykkar deildarás, eða það getur verið þess vegna ef við gerum rás fyrir alla sem hafa áhuga á hvað er í matinn. Að þá setið stjörnu hérna, þá sést kannski ekki að þessu skjálf, en guð hérna, og það þýðir það að þegar næsta spjall kemur á þessa rás, þá lýsir notification rautt hérna sem sagt, og það kemur sérstakur rauður flipi hérna á rásina í þessum glugga. Er einhver með tölvu í salnum hans? Er einhver sem er heimskautatengdur? Það er bara hans að byggja það. Ég má að verða smá stund. Já, nennir við því. Endilega, við maður skalda á svolítið. Við sjáum hérna að það hafið tekið eftir því að opnið þetta stundum kemur rauð tala, stundum hvít tala. Rauð tala þýðir að það eru bara prívat skilaboð til ykkar eða skilaboð á einhverja spjallrás sem þið hafið merkt við með stjórn. Þannig að þið hafa áhuga, þá er það rautt, þá fáið þið merkið það upp í spjallinu. En ef það er bara einhver rás sem þið hafið opnað einu sinni rétt að vikist með, þá kemur hvít tala og þá fáið þið ekki tilkynningu upp. Eins og þið sjáum sko, sem dæmi varðandi stjörnumerkingu, það er mjög gott að ef við opnið skjáborðið, ef við kannski lokar þessu, sjáum við spjallrás þarna uppi, sjáum við þetta á að vera á öllum skjáborðunum. Og ef það er smelt á þetta, þá opnast spjallrás viðkomandi deildar. Það er bara tengt skjáborðið. Það er þetta stjörnumerkja hann. Það er leið og einhver sendir einhver skilaboð á viðkomandi skjáborð, þá fáum við það við það. Þetta er spjallrás fyrir G2 bráðmyndirna og mér reynst askar og dælega þegar maður panta mat. En það er skiljanlegt vegna þess að þetta er risastór deild. Það eru kannski 20-25 manns á vakt og allir að hlaupa. Þá hefur þetta reynst mjög góð leið til að synkronisera fólkið. Og alveg svo við getum panta mat, þá getum við líka synkronisera okkur þegar kemur einn stórt slys. Eða þá getum við synkronisera okkur í að einhver þarf að laga ganga frá okkur til stofu, hreinsa stofu fyrir næsta sjúkling. Það sparar símtöl. Það er grunnurinn af skilaboðkerfinu að við erum að spara flækjuna sem tengjast símtölum. Við vitum öll hvað er flókið stundum að hringja inn á spítalans. Ef að númerið er rétt þá er á tali, ef það er ekki á tali þá er viðkomandi upptekinn og ætlar að hringja seinna og gleymir því og alls konar flækjastur. Það er frábært að maður er komið viðkomandi í tólið og er byrjað að tala. En að ná sambandi, það er það sem að hefur stundum gert að þannig að mjög gráðarðan á vaktinu, meira gráðarðan en mér. Það er spurning kannski hvort þú sýnir eitthvað að við getum leitað að aðilum og skjáborðu í góðu vind. Hérna. Þannig að leita til þess að hjarta. Við sjáum hérna getum við leitað að starfsmanni eða spjallrás. Sjá, hérna koma þrjá síðustu spjallrásuna. Þetta eru spjallrásir viðkomandi deildar. Þannig að ef þið opnið eitt af þessu og sendið skilaboð þar, þá kemur upp á skjáborðið á viðkomandi deild ný skilaboð frá ykkur. Og þeir sem hafa stjörnumerkt, þau munu fá pípið að uppi. Þetta er það að ef að segjum svo að deild A2 sem með einhver skilaboð til bráðmóttökunnar. Ef að þeir fara inn og opna hérna í leitinni, finna bráðmóttöku G2, finna þá rás svona, opna rásina þar og senda hérna og þá myndi þetta hérna lýsa rautt fyrir alla deildina okkar. Það er að segja öll skjálkur sem eru í notkun á G2, það blikkar rauður flík og lætur vita að það er komið að skilaboð frá A2. Þannig að þetta vakta miklu betur erindi. Þannig að A2 er örugar að það komist til skila. Var ég að spyrja hérna hverjir vissu stjörnumerkinguna í spjallrásunum? Ok. Þetta er alltaf ofnöfnum.
Má ég spyrja muninn á senda og senda sem erindi? Já, það er mjög spennandi. Það er að fjalla erindið eftir. Það er þessi nýji spennandi hlutur sem kom í útgáfunni. Það eru kritísku hlutur upp á framtíðinu. Nákvæmlega. En það var aftur með þetta kannski rétt. Ef við opnar eitt spjall þarna, Einar Tendrós. Hvað segir þið? Ef við opnar bara spjallið og við erum heimsugott Tendrósna. Sjáu þarna, litla íkonu þarna niðri hægra megin. Það við tekið til því að bak við skuggarna Davíð. Það er svona aðeins með þetta. Að við tekið eftir þessu. Nei, sem við getum smellt á það, þá kemur núna hjálp fyrir spjalltegur. Hérna. Nú, tekin enn að senda aftur kannski, það kemur rauði hlutur. Hugmyndafræðin með málsinnar er eins og segja, þær eru opnar. Þannig að rauninni hafa allir aðgang að öllum málsum. Það er pæling, þetta er ekki óvart, þetta er útfært. Hugmyndin er sem að við erum að reyna að taka svolítið niður frá múra sem er milli deildan innan spítalans. Að með því aðeins að gera gegnsæra hvað er að gerast á hverju deild, þá vonum við að starfsemin landist meira saman. Alveg svo á slakkrásinni hérna áðan sem það séur. Og það er, sumum finnst þetta svolítið óþægilegt, þeir eru ekki vanir að vinna svona, þeir finnst að allt er að loka innan deildarinnar og þess vegna eru til líka að loka spjallrásir. En kannski aðeins að spá í því að með því að gera þetta svona gegnsætt, þá held ég samt að samvinnan aukist og eflist. Ég held að setja í skóla ef við bara aðeins vennum okkur við þetta konsept. Og það er ekki þannig að það sé allt galopið, til dæmis það er ekkert auðvelt að finna spjallrás hverja deildar. Þið þurfum að reyna að leita að þeim og fara inn á hana, þannig að þetta er ekki fyrir framan augum okkur á hverju degi. Þannig að ég held að þetta sé konsept sem að muni skila sér fyrir spítalann. Líka eitt sem er kannski ákveðin að nefna er þið skráið skilaboð í spjallrás. Segjum að þið farið inn á okkar skjábor, skráið skilaboð sem bara algjör vitlaust, þetta var eitthvað, hvað var ég að gera? Þá getið bara eitt. Þið getið eitt þeim, þau eru vistuð ennþá í gagnagrunnum, en það sér ekki skilaboða lengur. Þannig að þið er alltaf lægi að ekki vera hrætt við að nota þið getið bara eitt strax og eftir. Sama gildir ef þið sendir prívat skilaboð á milli ykkar, þá getið þið eitt þeim á meðan ennþá ólesin. En aftur mótum leið og hinn aðeins búin að lesa skilaboðið, þá er ekki eitt eitt. En sjáu þið fyrir ykkur sem sagt hagirna í því að geta haft svona samskipti á milli deilda. Sjáu þið fyrir ykkur aðstæður þar sem þetta myndi nýtast. Það var hendi. Það væri hægt að hafa þetta þannig að einhverjum konsulterandi þá væri hægt að senda alltaf skilaboð þar sem konsulterandi getur deildan. Það er vísu mismunandi menn sem eru það að koma á hverju degi. Þetta er einmitt í... Það væri svona þægilegt. Það er ekki sæður að stíkja út á konsulterandi síman að senda nóttu og það þá að deildan berast viðkomandi og ekki bara eitthvað svona. Nei, það áttur við þetta sé eins og ákveðið hlutverk og það mismunandi aðra geta haft það hlutverk. Já, ekki bara einn einstakling. Nákvæmlega. Er það möguleik? Já, þetta er í framtíðarsýninni þegar við förum að integrera meira og meira inn að þá bara sjá hvað það verða til hlutverk fyrir ráðgefandi á þessu dæmi. Þú sendir bara þann, þú veist ekki hvernig að fá þetta, en það fer á réttan aðeins. Er það ekki það sem þú átt aðeins? Það notabene er eitthvað sem heilsugæslan hefur aðgang á það líka. Þannig að þetta skilgjuna formati af því að senda þeim ráðgjöf inn á spítalann, en tæknilega er það auðveldara að tala við konsultþjónustu spítalans hvaðan sem er, það sem er í boði. Þá í sleppi þið við þessi flóknu símtöl að bíða eftir skiptiboði, finni ykkar ráðgjöfalækni og svo framvegis, þið bara sendið skilaboð beint af viðkomandi. Nú er Tryggvi búinn að senda mér skilaboð, en sjáu hvernig lýsir hérna rautt upp í horninu. Og það er svolítið mikilvægt við þetta að þegar þið vinnið í sögunni, þá lendið því að þið sjáuð ekki heilsugott nema stöku sinnum. Þegar þið farið inn á skjáborinn eða þið opnið
tímalínu en ég held að megnið af tímanum utan heilsugáttar. Þó hann sé inn í, þó heilsugáttar sé inn í sögunni, þá er samt aðalega í söguumhverfinu. Það sem gerist þá að þið missið af skilaboðum. Þess vegna hef ég vant þá sem að nota mikið og treysta mikið skilaboðkerfi til þess að vinna í 2 gluggum. Það er að fá að opna heilsugáttar í brásum eins og ég gerir hérna og hafa söguna við hliðina. Og það er mjög fljótt að skipta á milli með allt og tap. Við fletta á milli heilsugáttar og sögunar og hérna er lítill fítur sem að getur komið ykkur að gagni. Það er að segja, ég er að fara og velja hérna sjúklegu skjáborði, íti hérna þetta litla íkon, þá afhverjum hún kennitöluna í minni. Sem þýðir það að ég get opna söguna, nú ímdu okkur að sagja hans hérna, og ég vel að opna einhverja kennitölu, íti bara Ctrl+F sem er saman paste. Þá er ég búinn að opna þann sjúkling. Og ég segi það einhvers veginn margir að tala um þessi flóki að skipta mikið sjúklinga. En þetta er tiltölulega einfalt. Þú sýnt þetta aftur fyrir því? Svo bara opna, ég má þetta síðan kendurinn. Sem sagt, ég fer yfir nafni á sjúkling, ég er bara að fela það því að ég ætla ekki að sína hérna bröðumarkar. En hérna kemur lítill íkon. Þetta er að setja í hópa, þetta er þess að afrita kennitöluna. Þá blikar hérna texti sem segir, texti er bara klippspjall, þá er kenningan komin inn í minnið. Þá getur nota paste eða Ctrl+. Sem kannski nefna líka að það mun koma núna í framtíðarútgáfu af sögunni, svo ég með, að á samátt eins og textasýninu er núna birt sem sérstakur gluggi fyrir utan söguna, að sama verður fyrir heilsugáttar. Þannig að þið getur verið með þeir sem eru mikið í sögunni, þið getur opnað söguna, og þegar þið opnið heilsugáttina, þá fer hún í sérstakar glugga til hliðar. Það verður stuðningur við það. Sem líka verið að nefna að hverjir eru með hakan í skilaboðarkerfinu og sér að þeir að fá SMS. Já, ok, það er svona það. Er það að virka fyrir fólk? Já, mjög gott. Frábært. Það er nefnilega það sem eitt af þess að breytist í síðustu útgáfu og heilsugáttin er orðið mjög næm fyrir þessu. Þannig að ef þið eru til dæmis inn í einhverju öðru forriti og heilsugáttin er opinn fyrir aftan hjá ykkur, þá segir bara heilsugáttin, hefur þið ekki með hana beint fyrir framan ykkur, ég sendi SMS. Þetta er endurtekning. Sem sagt, segjum að við séum með heilsugáttin opna og einhver sendir skilaboð, að þá koma skilaboðin náttúrulega bara heilsugáttina, eins og bara vanlega sem ekki, en ef þú með eitthvað annað forrit yfir heilsugáttina, terapi eða eitthvað annað, þá skynjar heilsugáttina og segir, heyrðu, þú ert ekki online, þá sendi ég SMS til þér. Jafnvel þó heilsugáttin sé opið, hún bara fyrir aftan, hún er falin, hún skynjar það. Já, það er þá líka að þá ertu að vinna í einhverju öðru á meðan. Þá getur verið kannski í sögunni, kannski í terapi, eitthvað svona, þá færðu SMS. Ný skilabók, eða ekki? Jú. Já. Síðan er rétt að nefna hérna kannski þessu tengt að það er verkefni síðan í hjartadeildinni sem tengist því að þar er búið útbúið stuðning við vaktsíma. Símar sem fara aldrei úr Landspítalanum. Þetta er ekki prívatsímar. Og þá er það þannig að starfsmaður kemur inn á vakt hjúkrunarfræðingur vanalega og setur deildarsíma á sig. Það þýðir að ef einhver sendir skilaboð á þig, þá færðu öll skilaboðin í vaktsíma. Ekki bara ný skilaboð, heldur öll skilaboðin. Þess að innihaldið á textanum. Já. Þetta er vegna þess að þessi símar fara aldrei úr hús. Er þetta byrjað? Þetta er prófum núna á hjartadeildinni. Er einhver frá hjartadeildinni? Já. Hafið þið verið að setja vaktsímuna á það ekki? Bylgja hefur verið að leggja áherslu á það. Hefur þetta verið að virka? Já. Frábært. Það verður bara náttúrulega líka með alla samkomir. Já, ég veit það. Það er út af húsi. Já, ég veit það. En það kemur ekki... En þá kom ekki skilaboð. Nei, bara að þú eigi skilaboð. Já, nákvæmlega. Þetta er eðlilega bara öryggis ástæðum. En hugmyndin er sem sagt sú að þetta verður gert meira sjálfvirkt.
Þannig að það verður þannig að einhverju vaktstjórar muni setja vaktsíman á viðkomandi sem þýðir að þú getur sett skilaboð og veistu að viðkomandi mun fá það. Þegar hann farið ekki í heilsugötuna, farið hann í SMS-inu. Við erum alltaf að fika okkur nær og nær sem bendur á að geta notað þjónustum húsins bara með því að smertla á ráðgjöf Lúna og senda skilaboð í staðinn fyrir alltaf að finna númer og finna hver er á vaktin og svoleiðis. Þannig við erum hægt og rólega að færa og komast á þennan stað. Þá spyr ég fyrir ekki, það er mér skiljið þér rétt. Þannig að skjálborð deildarinnar eða spjallborð deildarinnar þetta tengja við vakstursímanum. Þannig að það sendir ekki minni skilaboð og þá getur það komið skilaboð í vakstursímanum. Sko eins og staðan er núna, þar sem við erum að byrja með þessa vaktsíma, bara þannig að þú opnar þetta vaktsíman aftur, Davíð. Við erum bara búin að setja vaktsíma teimana inn, ekki beint sko raunin bara þetta er hjúkrunarfræðingar á viðkomandi deildum, sem þýðir það þú veist að hjúkrunarfræðingur er með ákveð sjúkling, þú vilt senda skilaboð til viðkomandi, þú átt ekki að þurfa að leita til hvaða vaktsíma er viðkomandi með. Það skiptir ekki bara, þú sendir bara skilaboð beint á hjúkrunarfræðinginn og hann fær skilaboð beint í símann. Fullt skilaboð. En þetta er bara á hjartadeild til að byrja með. En þetta verður síðan innlegg á aðra staði ef vel gengur með prófum. En síðan er þetta framtíðardæmi að eins og þú nefndir með það að það sé hægt að senda skilaboð árunni hlutverk. Þú ætlar að senda skilaboð á ráðgefandi lækni og fleira og það þykkt að vita hvað læknirinn heitir. Já, ég var alltaf að senda skilaboð minni deilda. Ef að aðtöðu var að senda skilaboð á ráðmóttökuna, bara eitthvað þarf aðstoða eða eitthvað. Að ég er ekkert vissum eitthvað minni deild sem ég tæki eftir þessu 2 ára á skjálfbólinu. Nema að það myndi blikka á mig eða ég fengi SMS í vakstursímanum að ég þyrfti að kekka upp skilaboð. Ertu með upp á skjálfbólið sjálft, upp á veggnum eða? Já. Já, við getum opnað einhvern skjálfbólið, Davíð. Þegar skilaboð eru send á spjallarásdeildarinnar, þá kemur rauður spjallarásjóði, það verður rautt og blikkar og stendur ný skilaboð. Já. Ég hefði samt áhyggjur að einhver annar myndi opna þetta heldur kannski endilega vaktstjórinn. Já, en það er hægt sko. Já, þú veist að einhver myndi opna þetta á B-inu þar sem vaktstjórinn er kannski sjálfnast á slysadeildinni. En ég þurfti kannski endilega að sjá að aðtöður vera tilbúin að taka móti sjúkling og ég ætti að fara annars að senda hann af stað. Mjög góð pæling. Þá komum við eiginlega að erindum. Já. Það er að trompa þetta vandamál. Að erindin, þetta er alveg að róta. Já, sko. En það var ekki hægt að fá þetta bara beint í vakstursímann sko. Þú veist, eins og hún er að tala um. Hún getur sendt beint og hún vissi að vaksturinn myndi fá þetta sko. Já, já. En það er spurning sko hvort við eigum, já, bara erindin, viltu taka mig á þetta, já. Þess að þeir eru með vanlega að senda skilaboð einhver aðila og bara þetta á við skilaboð og kerfi og fleira að þið sendir skilaboð að þið vitur en ekki var gert eitthvað. Þetta er vandamál. Þetta er verið vandamál og þetta er náttúrulega sérstaklega alveg vandamál á sjúkrahúsi. Hver er að taka boltann? Hver er að taka boltann? Þess vegna bættist við erindi. Ef þið, ef þið viljið láta einhvern annan taka boltann, þið eru kannski að fara vakt, það er einhver sjúklingur sem þarf sérstaka umsjá, þarf að gera eitthvað ákveðið, hver getur gert þetta og fleira. Þá er best að senda erindi. Það gerir þið með því einfalda að þið sláðið texta og ítið og rauðartak. Það sem gerist þegar þið sendið erindi, það er spurning hvort að þú skal bara... Það er ekki að maður sína það? Já, bara skrifa hérna... Sjáu þetta? Sjáu ég íti ekki á senda, ég íti á senda sem erindi. En það er bara þú stendur akkurat. Já. En sjáum hérna, hugsa ykkur að Davíð sé þarna hann er að fara vakt, hann er að fara í burtu, það er einhver sjúklingur sem þarf að sérstaklega fylgjast með. Hann myndi senda þetta erindi. Sjáum hvað gerir, sjáum rauðar kassan þarna hægra megin.
Það er ekki fyrir það. Sjáu þið rauðakassa. Þetta er Opnað, Skjaldarson eiga þess að senda þér erindi. Nú, ok. Varst að senda mér? Ok. Það er Tryggvi með erindi hérna. Já, en Ok, þið sjáu þetta. Það er hinóðru. er þetta skráð svona spjallarás eða til annars aðila og þetta er ennþá rauð, þá þýðir það einfallega enginn er búinn að taka boltann. Þið vitið þá af því, erindið er þó opið. Það var enginn sem kíkti á hana sjúkling eða visku því statist ekki. En ef þú ætlar að taka boltann, þú ert að koma á vaktina eða einhver annar, eða læknir eða krafnækkur, hvað sem er að taka boltann, hvað gerir við núna? Það er, sýnir það. Á smelli hérna á þetta. Ég spurði, ertu alltaf örugglega staðfesta? Ég vel já. Þá stendur hérna Davíð Þórsson staðfest erindið klukkan 12:14. Þá er það algjörlega gegnsætt og fyrir allra. Er þetta ekki þetta kúl? Er þetta ekki þetta blíð? En sjáu þið þessar nýtinguna við þetta, að þetta lokar hringnum. Einhver annar tekur boltann. Þetta er skráð, hver sendi erindið, hver tók á móti því, hvenær það gerist. Það er örugglega mjög óþægilegt og ég þekki þessum forritar hugbúnaðarmaður að það er einhver kannski villur í gangi og maður þarf að fara í burtu og maður veit ekki hver er að taka boltann. Það voru óþægilegt. Það er bara lífið illa þegar maður fyrir vinnið þannig. Og það hlýtur að vera nákvæmlega sama hjá ykkur. Ef það er einhver ákveðin vandamál sem er uppi, hver ætlar að taka boltann? Þá sendið við erindið. Svo er annað eins og, nú veit ég að heilsugæslan hefur notað svolítið skilaboðin og þetta áður við alla að það er eitt að senda eitthvað svona chit-chat inn á kollega eða starfsmann og svona, þú getur spurt hvernig finnst þér að höndla þetta vandamál. Og í rauninni segjum við að maður hefur ekki ábyrgð þess að svara, okkur ber ekki skylda þess að svara svona skilaboð, við erum ekki búin að formfesta neitt annað, við erum ekki búin að búa til leiðbeiningar eða verklýskar þetta. Þannig að chit-chat er svona meira það sem er erindislaust. Hins vegar ef við notum erindi þá sjáum fyrir okkur í framtíðin að það verði meira þetta formfasta. Það verði skylda til þess að svara því. Þú getur valið að segja ég ætla ekki að svara þessu, það er þá valið. Eða þú getur svara erindinu og þá fær sendandinn tilbaka rétt svara á fyrirspurninni. Og auðvitað þarf að búa til kúltúr í kringum þetta og verklag. Það er ekkert að segja að þetta gildir í dag, en þetta er svona vísir að því sem að koma skal. Og þá sjáum við fyrir okkur að fólk verði ekki smeygt við að nota skilaboðkerfi vegna þess að það veit að það er svörun. Þú ert ekki að kasta bolta í vegg, þú ert að kasta boltan og veist þú færð svörun á hana. Það er réttilega kannski á sama hátt eins og þið ætla að senda skilaboð á ákveðna deildir, þess vegna á skjákort. Einhver annar deildar eða í framtíðinni eða opnast að við þetta uppi. Við sjáum fyrir okkur eins og mögulega eins og rannsóknarstofur, nú var einhver hérna, var það ekki frá blóð? Já, að það er ofta tíðum að koma inn allskyns hringingar og fleira á ákveðna deildir, jafnvel inn á skjáborð og fleira. Það er eðlilegast að þessi hlutir fari eins sem erindi. Þá senda mér erindi og það geta verið 4-5 aðilar sem geta mögulega tekið boltann. Einn af þeim smellir sem bara ég tekið það. Þá vita líka hinir þegar þeir þurfa ekki að hafa ákveða þessu. Svo sem sendir veit líka hann þarf ekki lengur að hafa ákveða þessu. Já, það er það sem þetta núna. Það er kennitála. Já. Þið eru auðvitað líka að hugsa þá, hvernig getur þið vísað í kennitölu? Ég má ekki setja það opnar ás. Það er svolítið ómikið. Má setja einhverspöldin ekki opnar ás. Þá erum við með þennan fítus að ég get sagt hérna, við getum nota höfurumlandan. Ég setja kennitölu, bæta við natrium, kalium, greia, fyrir, hvíta endur. Takk eftir þá, hvernig kennitalan breytist í svona kassa. Það stendur OU, sem stendur fyrir ótilgreindur útlendingur og svo eru seinustu 4 stafirnir í kennitölunni hérna. Þá sér ekki kennitöluna, sér ekki nafnið, en með því að smella á það, þá fer ég inn á síðu sjúklings
tímalína eða síðuna og þar sé ég fulla kennitölu, fulla staðsetningu og þá veit ég hvernig við erum að tala. Kemur þetta þá þegar þú gerir alla kennitölu? Já, þegar ég alla kennitölu. Bæði með venjulega kennitölu og líka kennitölu með mannstykki. Já. En ekki kennitölu með bíl á milli. Nei, ég var ekki að pæla í svolítið með lyfjafröndunina, þar notum við alltaf lokunina á kennitölunni. Já, já, en ég tek eftir því að þið eru farin að nota. Já, ég var einhvern að pæla í morgun því ég var að panta lyf, af hverju þetta kemur ekki hjá mér. Já. Þá er það þá því ég þarf að gera alla kennitölu. Já, var ekki það. Hérna komist inn skifin aldraða með lyf í forsvari. Það hafa aldrei verið duglegar að nota þetta. Þetta gengur út á að bráðamóttakan sendir að þarf að fá komuskimur og svona hálfgætt öldunarhjúkrunarkonsult á sjúklinga sem eru á bráðamóttakunni. Þau hafa hingað til þurft að hringja og biðja þess að þjónustur nú notum bara rásina. Þau senda þau inn kennitölu sjúklings eins og hérna. Við sjáum ekki hver þetta er. Við veitum ekki hvorki nafn, kennitölu eða staðsetninguna. En fyrir teymið þegar þau fara yfir þetta þá smetla þau inn á sjúklingin og opna, sjá tímalínu eða síðu sjúklings og vita upp á hvernig það er að tala. Ef þið smetlið á kennitölu sem þið hafið ekki aðgang að, þá poppar upp þessi venjulegi aðgangsgluggi þar sem þið þurfa að gera skýringu og þá getur þið bara hægt við eða haldið áfram og gefið skýringu. Og notabene þetta virkið það, sko, ef við smetlum hérna takum eldurskjúling, þá er örugtið að virkið, ég spurður meðferðar tengsl, einhvern ástæðum hefur meðferðar tengsl að þeim, en þá smetli, getur það að það segja bráðamóttökunni, en ég opna sjúklinginn, þá er spurður meðferðar tengsl, og það er svolítið öryggisatriði að ég get ekki smelt og farið inn og skoða alla sjúklinga, heldur ég spurður alltaf þú opna þennan sjúkling. Það er öryggisventil til því. En hérna má ég spyrja, hvort allir sé betur að nota svona erindi eða póstir við að hlaupa með það á milli? Hvort myndir þið halda sig? Já, erindi er það ekki, jú. Ekki nema að langtistandu, það getur verið póstur líka. Jú, en það er einmitt varðið þetta, allar ábendingar, ef það er einhverjar hugmyndir fyrir ákvörður ekki virkaði, væri ekki sniðugt. Við elskum pósta sem byrja á, væri ekki sniðugt. Það er aðeins að fá þannig pósta. Ég þarf samt að skilaboð heimaþjónustu heilsugæslunnar í Garðabæ. Getur það býta í Garðabæ heilsugæslunnar? Hvernig var það? Er það heimahjúkrun eða heimaþjónusta? Hjúkrunarfræðingar sem þurfa að sækja blóðgruppin af heilsugæslunnar Garðabæ sem við setjum ekki. Sko nú náttúrulega allir sem hafa söguaðganginn út í heilsugæslunni hafa aðgangarspjallkerfinu á þessu gott. Ég veit ekki alveg. Nei, heimahjúkrun í Garðabænum, það er alveg sér svið núna sko, en það er ekki tengslum við heilsugæslunni. Það er ekki tengslum við heilsugæslunni. Það er sér einingi kópaður. Lík svo varst þú að tala um að heimahjúkrunum væri komið meiri aðgang. Þannig ég búið að senda skilaboð, það er ekki búið að staða. Þetta veist mér kjörið að ræða hérna á slakkásinu. Þetta er eitthvað sem þið getur endilega notað það. Þetta heitir Sigrún Barkardóttir, endilega hafa samband við hann. Sigrún Barkardóttir, ok. Í Kragan, í kringur Reykjavík. Góða, það er ekki skilaboð. Ég hringi bara í hana. Já, það er ekki. En hérna rétt kannski áður, mér skilst að það er ekki... Jú, písa. Já, bara rétt snöggt að sem sagt varðandi þetta að opna spjallkerfið þarna. Hafið þið verið að lenda í því að notendur eiga kannski erfiðleikum bara einfallega að smelt þarna, finnir þið? Þið hefur ekki lent í því? Er það ekki aðalega að það ekki gegnum sögukerfið? Það er sérstaklega ekki alltaf. Nei, þú verður að fara inn í heilsugáttinni í sögunni og til þess að sjá. En eru allar deildir með spjallrás og standið? Allar deildir með spjallrás. Það er alltaf í gegnum skjáborðin. Ef deildir með skjáborð, þá farum við sjálfkrafa spjallrás. Við getum, ef við ferum inn í skjáborðs og almyndina, þá sé ég blikkar rautt fyrir alla spjallrás sem virkar á deild. En ég náttúrulega má ekki fara inn á öll skjáborðin, þannig að ég bara þessi yfirritið en fer ekki inn á það. En kannski það er náttúrulega ekkert allar deildir að nota það eins og Nei. þetta er náttúrulega spurningum að það getur ekki gengið út á að nota það. Það er Þegar fólk sé sig krengt í því. Deildir eru bara
duglegar við að tileinka sér þetta og aftur þetta kemur inn á að það við hugbúnaðarmennir, við erum ekkert sálir. Við gerum okkur grein fyrir því að ykkar hlutverk nummer 1 og 2 er ekki náttúrulega tölvukerfi, það er náttúrulega að lækna sjúklingar. Þannig að þetta er okkar hlutverk að gera þetta eins auðvelt fyrir ykkur og þægilegt eins og við gerum. Það er ekki ykkar hlutverk að beygja ykkur og undir og toga og tegja til þess að þið notið eitthvað sem við viljum. Þetta á að vera þægilegt fyrir okkur. Þess vegna er mikilvægt að við fáum eitthvað feedback. Þetta getur við gert utan að þeirra. Og ég sýndi ykkur ekki að við tölum þetta hérna hvernig að fá SMS ef að þið fáið skilaboð þegar það ekki fyrir framan hinskapinu. En þá sjáum við sem bara notification á því eigi skilaboð þið sjáum ekki innihaldi. Það er stóri munurinn á þessu sem að tölum áðan með vaktinnar sem hafa allt innihaldi. Er einhverju sem hafa stofnað lokaða spjallrás? Já. Já, ok, frábært. Það er lokaða spjallrásir eru ólíkar venjulegum aðfélagunum til að það getur enginn séð þær nema sá sem fær beint aðgang þannig. Og það má stofna eins margar spjallrásir eins og þau viljum. Það er ekkert aðgang. Þannig að þetta getur verið fyrir ákveð verkefni eða hvað sem það er. Það er komið lokur ásnó með heilsugati, mér og Jón Magnússon. Mánu, okkar hérna, hún ætti að vera komin hérna. Er ekki þessi? Prófa. Sjáðu, það er komin þetta og þetta er bara fyrir ykkur að sjá. Þetta er lokur spjallrás, eingöngu sýnilega þessum hafa aðgang. En getur ekki sett eða er þetta með hóp í heilsugatinu? Jú, þá notar bara Davíð, rétt áttar einn hóp hérna. Ég get ekki átt með hópana. Nei, ok. En sem að, hvernig þekkja hópana í heilsugatinu? Ok, frábært. En í öllum hópunum er þetta skilgreina hvernig verður aðgang að hóp. Og það er, ef þið skilgreina aðgang, sem menn er að deila hóp einhverjum ákveðnum sjúklingum, að þá er það þannig að það kemur lítið takki við hliðina sem er 8 spjallrás hóps og það er bara lokaður hópur bara fyrir þá sem aðgang að þeim hóp. Það er bara sjálfkrafa búið til. Heyrðu, ég ætla að setja á smá pásu, það er komin pítsur og kaffi og það er nóg til núna. Jæja, heyrðu, við ætlum að byrja því að fá Baldur til okkar lyfjafræðing sem er með rásina lyfjatiltækt. Það er þessi lyfjagöngufyrirtæki. Þar hafa þau verið ansi inn að nota spjallkerfið og þá segir bara þessi frábæri það er nýstir. Má ég spyrja inn Davíð, hvað er fundur eitthvað lengri í dag að velja? Nei, hann er til 1. Hann er til 1? Já. Það er svona loka spjallin. Er einhver sama ég hef það næst 2 tíma? Finnst þið það? Við stefnum því það bara og það er á miðvikudegi. Það var bara saman ekki laus nema á mánudag. Gjörðu svo vel Baldur. Baldur Helgason er lyfjafræðingur í lyfjablöndun. Ég ætla að segja ykkur fyrst hvernig þetta var áður en við byrjuðum að nota spjallkerfið eða spjallrásina. Þetta verður þjónustudeild og erum alltaf bara að ræðast við því sem fylgjur samkvæmtisvið, framfylgnisvið eða næring í æð. Og eins og staðan er í dag ennþá, það er engin leið til að panta lyf hjá okkur fyrir utan hefðbundna krabbameinsmeðferð eða hefðbundna næring í æð. Það er hringja í okkur, þannig að við erum að fá alveg helling af símtölum og kannski erum við sagt að þetta gera mikið í því. En þú var eitt stór partur af símtölum sem fengur voru komustaðfestingar á göngutöldi. Við erum að þjónusta eftir A10, B7 til dæmis og það var alltaf verið að hringja og staðfesta Jón Jónsson að koma í lyfjagjöfnum en þetta kom á blandareglum. Við getum ekki blanda fyrirfram fyrir þessar deildir því að ef við gerum það þá hættir því að blanda randir lyf sem er svo ekki nót og það er þá að farga. Það er ekki eitthvað sem við ekki tóð að vinna. Þannig að voru þessi símtöl sem rauninni bara útilokað. Það hundleðilegt bá svona símtali við þingirverk í þessu og segir já, Jón hérna, hvernig gefur hendaldi í 2029 til okkar 10, gæti ekkert. Að taka mótið svona símtölum og hringja símtöl er bara hundleðilegt. Þannig að við rættum saman og 10 er svo deild sem var einna mest að hringja í okkur og við rættum
saman um hvernig við getum leyst þetta. Þá datt okkur í þetta söguspjall. Og þar sem við erum aldrei með sama einstakling sem bæði að senda fangan frá deildinni eða sem situr viðtalið í okkur og lókar, þá tökum við verið best að opna bara sérstakar ás. Og það var bara viðkomandi einstaklingur sem að þið situr við tölvu mest með stein, hans með skráðsum spjallið og með rásum að opna og fylgist með. Og við byrjum að gera þetta áður en þessi vítu sem að breyta kennitölu í stafi og síðustu 4 og flekk. Og við gerðum það bara handvirt fyrst. Það var auðvitað til muna þegar við gáttum ósvarslega kennitölu. Það var engin ruglingur, það var viðstætt við kennitölunni eða uppástöðunni. En þannig gáttum sérst komast í því hvaða sjúklingur það var nákvæmlega. Og svo sömulegist þessi staðfesta að eitthvað var komið þá sérst að haka móttekið fyrir kartveitið þessi skilum. Þannig að við sjáum fram á þessi erindi mjög mikið þegar við gláðum akkurat stjærst að nota þörfum í staðan fyrir að það pikk eftir að nota eitthvað músaklið. Þannig að við búum staðfest að við séum að koma í lífverkið. Þannig að það var svona fyrsta sem gerum við byrjum með þessu rólega með 10 tónstaðfestingar og svo þegar við sáum hvernig að það gekk vel og þetta sparaði hellingsvinnu. Á góðum degi voru að fá upp undir 20 síndur fyrir kl. 11 sem maður staðfesta eða hringja eða spyrja eða þetta. Og nú er þetta komið leirið, ekkert til 5. Þannig að þetta er ótrúlega mikið munur ef eitthvað þessum tíma er mest að gera hjá okkur því að þeir náttúrulega mest að vinna gömbudeildir. Það er opnað 8-4, þurfum við ljúka sem starfum 4. Við byrjum við 8 líka og þurfum að vinna upp þessar tíma sem að tapast í blandinum. Já, þess að við búum svo að tala um aðradeildir því að við erum ennþá að fá ótrúlega mikið af pöntunum með fax. Fax er ábyggilega mest notaður sem býtar hjá okkur. Já, það eru svona sérstök fyrirmæli frá vökudeildinni, frá barnadeildinni, pantanir, fyrirfantanir frá G7 og frá 11A sem fá með fax og fá nákvæmlega hvað það að gera að styrkleika kennitölu og ímyndur og þessum. Það er engin kerfi í dag sem að bjóða upp á þetta almennilega barnadeildir. Það er kerfi sem er kannski sem reyna mest en oft þurfum við flóknar fyrirmæli fyrir það og það er kerfi gagnast ekki barna og vökudeildum enn sem komið er. Þannig að þetta hefur farið aukana og hefur gengið bara ótrúlega vel og við erum svona hugsað að sjá hvort við getum ekki aðeins aukið notkun eins og við erum blanda eftir mikið að hefðum orðin dreifing fyrir nokkru deildir. Það var hringt og sagt okkur að dreifing getum við svo til ykkur þjóðum. Það er símtal sem var hægt að eiga þetta bara að senda erinda af vefnunduna og svona. Svona sem dæmi þannig að ég stík kannski bara að auglýsa rásina. Ef við vantum þjónustu frá okkur sem að líkur ekki á er ekki afhút og þar finnst ekki svona rakkost á milli og ákveð staðfestingu og þess aftur. Þannig er bara að pröfa að senda skilaboða á rásina. Við erum eftir að útfæra hvernig verður ef þetta verður eftir rosalega mikið að gera og þarfnast meiri viðvörun en við erum núna. Þú voru að býta rásina kannski á cirka hálftíma fresti og svona aðeins örugur á mótna. Þetta gengur alveg því. Þannig að ég held að þetta sé bæði auðvitað fyrir okkur og auðvitað fyrir ykkur ef þið eru að nota eitthvað þjónustunni í okkur fyrir hefðundan og mælum það fannir. Þannig ég bara mæli með þessu, þetta er bara taumurskleði, það er ekki sagt ykkur enginn horfið sem er fortið að þrá að svara símtölum eða svara fyrir komið. Er þetta einungis lyfja blönd eða má senda á náttúrulega? Já, þetta er bara lyfja blönd, þetta er einin sem ég heldur á en auðvitað má heimfæra það yfir á lyfjaskrántunni eða miðjuna en þetta var svo mikið allir klókur að við gerum ekki strax. Þetta var eitthvað sem var ákveðin. Hugmynda á nýrri rás, nafn á nýrri rás. Það heitir grunnþjónustan þetta sem grunnþjónusta apóteks sem afgreiða lyfin á deildinni. Kalli, á morgun grunnþjónusta apóteks. Er svo rás til? Nei, hún er ekki til og þannig að ræða við fólki sem er þar að vera með. Svo rás er ekki til en við erum svona, það er framtíð okkur rámið að reyna að skipulegja verklega í kringum það að senda af stað það er fyrir spökkum Það er svona útverðað kannski að það er lótið. Maður er að hringja stundum með svona asnalar það er svona, það er hringja stundum Það er alltaf heitt því sem þú skrifur á rásina það er sér eftir því og breyðir. Það er gott að vita þörf, við myndum vinna í því lyfjaskömmtunum er vantarlega næst
Kannski vantar svona sokkar dagsins rásinni í heilsugott. Þannig að við spurt þjónalega spurningar. Já, það kemur líka bara gott oft að tíðum bara að bæta broskall fyrir aftan. Það var allir búið að vinna mig. Sama hvað maður segir. Þannig að það bara liðja blöndinu. Minnum ekki, ekki. Ókipis auðvitað. Þetta bara enn dæmi verkefni sem að leysist vel með skilabóðakerfinu. Og ég held að ég geti fullyrt að allir hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökunni eru í skýjunum með þessu. Held að ég var ekki rátt með það. Ég get bara sagt sem starfsmaður á TÍ hvað þetta er búið að lifa blöndinu, hvað þetta er búið að minnka stressi okkur að þurfa einmitt þegar fólki hringir að þurfa sína að fara hringi þau til að panta lyfin heldur að geta hendur svo látt. Þetta er búið að gera mikið. Og þið eru alltaf ekki vandamál í þessu. Þeir eru nótendur út af deildur sem þeir eru að reyna að peppa upp núna og fá þess að nótenda. En vonandi hefur dagar skilað eitthvað kjölga sem við getum núna selt til þeirra. Hérna, já, ég sýndi ykkur ekki á henni en þið getum alltaf eitt skilabóð, ég vissu að því, þannig að þegar ég setjum að blóra sinni inn á þeim, ég sé eftir því, getum að fyrir það. Mér er að spyrja, get ég eitthvað séð erindi sem ég hef sent sem er ekki búið að svara? Þetta er mjög góð spurning, við vorum að fá hana hérna áðan, að það er, þú segir rauninni bara það sem þú nefndir, sem var að... Ef ég sendi erindi og ég myndi vilja fá það á hausinn aftur, ef ég viðtakandi. Þetta er bara, þetta er komin yfir á blað hérna, það væri frábært eins og ég að fá ábendingunum, þú ætlar að senda ábendingu til okkar. Þannig að þetta er alveg pottitt að það kemur þá í næst útgáfu, eða útgáfu eftir, útgáfur eru vanlega mánaðarfresti. Þá annarkvort verður þannig að þið fáið skilaboð, erindin eru ennþá opin orðin ákveður. Eða þegar þið opnið spjallrásuna, að þá sjáu þið, það eru 3 útistandandi erindi. Þarna eru svolítið komin inn á það sem að gerast í vinnuhólið. Vinnuhólið er rjómi ofan á skilabóðakerfið og bæti við ennþá öflugri viðtöku kerfi. Þannig að ef ég senda á einhvern aðila sem að lesa ekki sitt erindi á 25 tímum, þá fæði það á næsta aðila, svo næsta aðila, þannig til að kemur tilbaka og bara enginn vilja taka við þessu. Og það er lykillinn að við getum farið að gera öruggar tilvísanir til út í heilsugæsluna. Það er lykillinn að við getum farið að nota fyrir konsultbeiðnir, alls konar hluti sem er sendt út rannsóknarniðurstöður, en þetta kemur með vinnuhólið. En vinnuhólið er sem sagt hlutur sem er náttúrulega bara í prófunum ennþá, það er ekkert að opna fyrir það. Ég skal reyna að gefa ykkur, bara svo við sjáum þetta sem ekki bara að fulla, þetta er raunverulegt, þetta er að verða til, hérna er þetta í prófum, sjáum við hérna, þannig að fara yfir niðurstöður og hugmyndin er svo alltaf að maður getur auðvitað staðfest hluti á þess að opna og fara inn í einhverja aðra vinnuvistin. Þetta er sem sagt allt sem þið þurfið að gera, öll blöðu eitthvað tengt eða rannsóknarniðurstöður og allt svona, hvort sem þessu sögu, rannsóknarstofukerfunum og hverju sem er skilaboðum öllu, það lendir á einum stað sem þýðir það að þið getið á einum stað fylgst með því ég að gleyma einhverju, þið getið valið eftir og sagt send þetta til mín á morgun, í næstu viku, eftir 4 tíma, hinna þetta efst fyrir. Þannig að þið þurfið bara að horfa á eitt stað í staðan fyrir að eltast allt að leita tilkynningum og nýjum hlutum. Þetta er það sem er í prófunum núna að testa ekki, ég meina það er ekkert svo langt í það. Alls ekkert. Þó fyrir það. Þetta sýndum við ykkur ekki áðan að ef við skriðið í link, þá þarf við að nota píðum. Sem sagt, áttum píðum. Þá breytist hann við lík. Og þetta er alveg praktist fyrir að við erum að vísa inn á leiðbyrningar á innanhúsnetinu. Við erum að vísa inn hvað græða. Þið getið, hvað séu þið? Það er í hvað ákveðið. Ég bara skrifaði línkinn. Og ef við erum með link á einhverja gæðahandbókin á innra, þá myndum við bara geta copy-pasta linkinn sett inn í og þá geta allir smellt á og opna. Og spurningar sína hérna, tilvísun þarf að segja að þið viljið láta, ef það er einhverjar umræður hérna sem dæmi, þið viljið láta einhvern vita að þessum umræðum. Þú skrifar allt, já, og sendir bara til þíndaði, bara, Davíð, sjáu þið. Þið sendir svona allmerki, sjáu þið, þetta er í hjálpinu. Fyrir þetta má það vita. Það er hjálpin.
það niðri. Og bara einhver? Þannig að undir aðgerða textar, allt notendanafn, láta notenda vita samtæð. Ég meina, hvernig má að vita, sko, notendanafnið? Það þarf ekki lengur, þið getið slegið inn til að byrja með þess að nafn. Þið getið, það þarf ekki að vera, það þarf ekki að notendanafni, það má vera Guðrún og notendanafni sé geða. Og fann að það svona listu? Já, þú slendir á hann og þá kemur það niður. Já, þetta er Eftir ég var að senda ámjög á mig hérna. Þau eru lokasfrettur á svona fyrst, Davíð. Og opna núna. Þá vísi ég. Sjálfur tilkynningin, ég myndist á því hér. Sjáðu hérna. Spjallrás, ég íta spjallrásuna, þá opnast rásin þar sem á að vera að minnast á mig. Já, ok. Þetta er ekki eitthvað sem er lausnilegt, þetta er bara, það er auðvitað að sumir þekkið úr öðrum spjallkerfum. Þetta er sem dæmi í slakkinu og flera. Sumir notur það, það er ekki. Svo eitt hérna, því að náttúrulega deildir er rauninni notendur í kerfinu og þetta hægt. Það er skjáð. Já. Þetta er aðeins, Davíð. Við erum að prófa það. Það er prófað Davíð, þú spyrja að reynda þess að samskipta sem hann síðast, en að þeir heilsugjöfnum meðina væri að bæta yfirvendir símaskoðun, þessast upplýsingasíðu heilsugjöfnar, tengiliði fyrir fagfólk á plásmyndarlána, þetta hittir fagfólk á heilsugjöfnum. Ef ég þarf að tala við læknavitara eða ég þarf að tala við rannsókn? Sko, ég sendur póst því að það er einn kontaktæðil, tveir kontaktæðilega fyrir heilsugæsluna, það þrýr ég skal koma þessu bara til þeirra. Þeir eru eiginlega allar björnir að uppgöta símaskrána á upplýsingasíðunni. Við erum búin að gera sér pott fyrir heilsugæsluna hérna sem það er einn yngur á hann. Þeir eru komið svona langt. En þeir vonandi átt að sá því hvað þetta er og hann sendur okkur. Síðan Kalli, þú lentir svolítið skemmtilegri upplifun. Já, það er kannski tveir hlutir sem ég nefna. Eitt var þetta ábyrningu sem ég fékk áðan. Það var þetta, ef þau eru að nota spjallkerfið og þau vilja geta sent skilaboð einhvern sem er ekkert að nota spjallkerfið. Og þetta er einhver læknir sem bara skráður hluti og vill ekki vera vesenast í þessu. Það sem þið getið gert er að þið getið beðið viðkomandi starfsmann að skrá bara símanúmerið sitt inn í stillingarnar og ítir á stillingar. Eða bara viðkomandi starfsmann að fara inn, haka við SMS yfir skilaboð og skrá síma sinn, þá mun viðkomandi fá skilaboð ef þið að senda. Og þá getur hann farið að kíkta inn. Þetta er náttúrulega eina sem þarf. Þá veitir það að þið getur bara eða til að láta ekki vita, þá sendir bara skilaboð, lappið í burt og hann fengið SMS eða hann nú hafa. Þannig að þetta er eindreið áleikir þetta. Þið sjáu nappinn ef þú sér þetta er bara við hliðina á senda ábendingu Davíð og þetta er nappur í stillingar. Það er þessi hérna og mun að haka við SMS yfir skilaboð. Hittan er svona hérna tengt kennslunum, það segja alltaf því að ég hef ekki tíma til að læra á þetta og fleira og allt svona. Það er einn svona lítið saga, það var einn aðili í hugbúnaðarteyminu í okkur sem lenti inn á spítala núna bara eiginlega hafði farið í aðgerð og hjá lækni og síðan lenti inn á bráðadeild eitthvað 4 dögum seinna. Og þeir sem hitti þennan lækni sem gerði framkvæmdi aðgerðina og læknir spyrir, já, hvernig hefur gengið? Og hún segir, já, hefur ekki nógu vel, ég bara endaði inn á bráðadeild. Og hann segir, já, ótrúlegt. Og hvað var gert? Hvað var gert? Og þessi aðili í hugbúnaðarteyminu segir, já, þú kíkir bara tímalínu, ég bara sé það, séum hvað var gert. Þá kom svona já, þetta var læknir sem tektaði heilsugáttina og hafði notað rannsóknarniðurstöðurnar og allt svona. Ég veit ekki, hvar á ég að smella? Hvar á ég að smella þessu manni? Ég fyrir bara í textasýnin í sögur og gerði það. Þannig ofta tíðum, eins og þetta dæmi þetta er þetta fyrsta skref, bara það að menn viti hvað á að smella.
og eins og sérstaklega var þetta tímalínu. Bara að vita hvað tímalínu hnappurinn er, eða spjallkerfið, hvað spjallkerfis hnappurinn er. Það þarf oft ekki meira. Og þess vegna útbyggum við leiðbeiningar, svona einfalda leiðbeiningar sem ég sendi á slakkið því hvort þið séð það, en svo hérna varði tímalína. Þetta er gert bara eins og hérna auglýsing fyrir iPhone síma. Sjáum hérna, hérna er bara verið að sýna, sjáum þetta með hreyfimyndum, hvernig tímalínan virkar og hvernig það nota. Bara með einföldum texta fyrir neðan, leitin, það er sýnt hvernig það er leitað, hvernig þetta skrá nótur. Nú er þetta hjúkrunarfræðingar skrá símtöl í heilsugáttinni, beint inn í tímalínu. Hvernig gerir það? Já, það er bara hérna. Þú skráir þarna og í staðinn fyrir að velja daga, þá velur við símtal, sjáðu þið, og brýtir og skráð og þá er bara komið. Kom allir kóðar og allt svona stæði þá líka? Nei, sko, það er ekki með símtal, það er ekki kóðar með símtal. Nei, en þú veist að gera nótu þarna inn. Getur þú sömt kóðar? Það mun koma, já. Já, en núna er bara, til að byrja með bara símtal, og það hefur ekki kóða, en læknar geta skráð sko göngutöldanótu og það hefur kóða. Þannig að sko það er ágætt líka eins og þessi þarna Apple-auðlýsing, hafið þið séð þetta áður? Þetta er þú að sína? Já. Varstu ekki að senda þetta áður? Jú, ég sendi þetta á okkur, það er bara spurning, hafið þið séð þetta áður? Nei. Já, mjög. Það er, þú getur rétt opnað að þetta er fyrir tímalínuna, svona bara einföld yfirsýn og þú skrunar rétt þetta niður aðeins þetta niður. Ég sjáum þetta sko, og þetta er bara grundaðið. Tímalínuna sækir þetta gögn sjúklings úr 5 skráningarkerfum, 4 lífðarkerfum og 20 pluss rannsóknarbeiðnakerfum á einum stað. Þetta er það sem tímalínan er. Og við gleymum oft þegar við erum að kenna flókna hluti, það er oft þetta svona aðeins þessi einföldu hluti sem það er útskýr aðeins fyrir. Tímalínan verður tekinn fyrir sérstaklega í næsta fundi. Það er svona jafn stórt kerfi eins og skilaboðkerfi og jafn stærra. Og hérna bara eitt punchline fyrir ykkur núna. Til þess að nota tímalínu, þá opnið þið sjúkling eins og við verðum að gera. Það getur verið á skjáprófi að þið veljið hérna sjúkling í hendunum. Þegar þið opna sjúkling, þá komið inn á þessa síðu sem þið þekkið flest. Þessi hérna fítur skiptir úr gömlu listasíðunni yfir í tímalínu. Þá framvegis allir sjúklingar sem þið opnið, þeir opnast með tímalínu. Hérna er þið komin inn í gallrana. Og ágætt fyrir að vita að við erum alltaf að betra bara tímalínuna. Við erum búin að vera stanslaust að bæta hana á lagana í senstu 1 ár eða meira svo. Og svona, það er margt annað sem á ennþá laga, en grunnhugmyndin að þið hefði öll gögn á einum stað, getið séð og leitað þeim, hún er til staðar. Það er það sem að notendur segja bara sér þetta frá svona moment. Það var í byrjun þá var hægt að síja á viðkomandi starfsmenn á sjálfan sig, eigin nótur. Það var síðan tekið út, er það komið náttúrulega? Það er komið náttúrulega. Hún byrtir lista yfir starfsmenn sko. Ég vil bara sjá mína nótur eða festur eða Já. Það byrjaði nefnilega á þannig og það var ágætt, en svo þetta út. Já, það datt út í einhverju hraðaukningadæminu, en síðan kom inn aftur starfsmenn hérna. Þetta er ekki starfsmanna þetta er lítið skjár sko. Þetta er verið fyrir neðan tíma fyrir neðan tímabókarnir sko. Ok, það kannski drettur kannski sést þetta bara ekki á öllum skjám? Nei, þau erum dálítið að berja stundum við það sko. Þess vegna er gott að hafa sko heilsugáttin í sérstökum valvara vegna þess að þið getið skalað valvarana, vitið það í stæðinni sko. Þess vegna betur að í þessu tilviki þá hefur við bara verið að fara gegnum sko heilsugáttin gegnum söguna. Já, þá er ennþá minna básk. Það er bara aldrei ítreka að ef þið opnir heilsugátt í brásunum í Svíkróm, þá opnaði hann í vafra sem er algjörlega up to date. Í einu sögunum þá er opnað Internet Explorer sem er 10 ára gamall. Og þrisvarsinnum hægari. Þrisvarsinnum hægari. Hann er með breiðari skjá í brásunum, það eru færri villur. Því að við miklu meira aðgengi að öðrum hlutum sem eru að gera kannski samtímis
Þið fáið skilaboðkerfið strax, það sem borgar sig fyrir flest allar notendur að hafa browserið notendur. En ef maður getur Chrome að default browser, verður það ekki default? Nei, sem við Saga bara hunsar það. En síðan var það, ef við erum að leita, á meðan við erum að afkoma þetta sjá einn nótum, þá er náttúrulega hægt að leita í leitarbóksunum, ef við skráum nafnið þig, og þá munum bara byrta það, sko. Það vill þér að ég er einhvert eftirnafn, þannig að það er mjög öðvöld. Nei, ekki vera. En maður spyrir umbyrðarnótuna og við tekna út á slys- og bráðarstöðinu. Að geta skráða. Þeir vilja bara nota bráðamótöku skrá og þar inn í það maður skrifa endurkoma. Já. Þannig að það er gallið. Það er kannski minnstu forritur en eigast. Það er eitthvað sem er yfirlægt Já, ég sé það. Svo segir núna að það sé hægt að skráða umbyrðarnóta minni sem er stór kostur. Og með kóður. Já, ég sé það. Þannig að það er mjög gott. En hérna eitt sem ég vil bara varðandi tímalínuna rétt hvort að þið þekkið ekki öll, þetta kannski eitt af mikilvægast í tímalínunni, að geta séð eingöngu ákveðnar hluti, eins og þess að þið vil bara sjá eins og textasýnina. Kunnið þetta? Já. Þetta var mjög hægvirt ef við vorum að gera heimskotinni sögu áður fyrr, nú er orðið miklu hraðvirkara. Þetta er orðið ásættilegt, en aftur er betra að nota Chrome. Já, við tökum tímanum fyrir næsta fundi. Og alveg sem skilaboðkerfið, þetta er senast að þetta segur, alveg sem skilaboðkerfið, það eru til ítarlega leiðbeiningar fyrir allt saman. Og það kemur aftur á þessu stóðskjalinu sem er ykkar mikilvægasta skjal. Þar inni eru líka leiðbeiningar, en inni í heilsuvaktinni þá hafið líka leiðbeiningar hérna í símans- og upplýsingarsíðu, leiðbeiningar heilsuvakt. Alltaf hérna upp í horninu. Smellið á hana, þá er komin hérna inn í leiðbeiningarsíðuna. Þar er skjálpólinn sem fórum í seinast skilaboðkerfi, tímarinn og svo framvegis. Og fyrir skilaboðkerfið er þetta kynningar myndband, stutt 10 mínútna myndband, eða nefnir að hlusta Sigur Richter. En þetta tekur það saman á 10 mínútur sem við höfum verið að kenna hérna í dag. Þetta er kjörið til að sína fólkinu, það er flesta til þess að opna augun fyrir í dag. Og líka, það er eitt að nefna kannski eitt hérna alveg á lokum. Sko, við erum að reyna að reyna að bæta þetta með nýjum og betri og sniðugum hlutum fyrir kynningar algjörlega. Þannig að planið er alltaf það á þessum fundum að það var bara lofurinn frá okkur og við ætlum að koma og geta sýnt alltaf einhvern nýjan, flottan, sniðugan hlut sem við erum að þróa sem þið getum þá séð á undan öðrum. Þá getum við gefið okkur feedback. Það er mjög spennandi hlutir í típunum og ég hlakka mikið til að geta sýnt það eða einhver annar hugbúnaður teimur sýnt það á næsta okkur. Það var spurning hvort að sjá bara lyf til vinstri. Það er gert svona, ef við ætlum að sjá hérna bara lyfja fyrirmæli, séu þið hérna öll í rauninni. Ég vil sjá hvaða lyfseðla viðkomandi við fengið. Það er engir hérna vegna þess að ég er bara að horfa 1 mánaða gömul gögn. Svo smellir þetta að sækja meira og smellir að lyfseðlana, segja alla lyfseðla sem viðkomandi við fengið. Og sér einhverja líka, ef þú opnar aftur lyfseðla, eða sem sagt afhengara, og slæðir þessi veikindi þarna uppi. Þið takk eftir tölunum hérna. Þið komið hérna liðan, þið segja hvað mikið aðtriðum af hverju. Ef þú slæðir veikindi hérna í leita, til dæmis, og ítir að leita, þá sjáum við að tölunar uppfarast núna. Við segjum, hún fann 17 atriði í sjúkraskránni, en ekkert annað, engar greiningar eða íhluti eða framvindur, ekkert í framvinduskráningu tengt veikindum þetta. Þannig getið leitað eftir einhverjum ákveðnum hlutum. Og hún leitar í 4 skráningarkerfum, 5 lyfjakerfum og 20 pluss rannsóknar af beinakerfum, aðeins upplýsingum fyrir. Ef maður opnar að skoða meira, hvað opnast þá mikið eða vantar til tíma? Bara í flestum kerfum endalaust, sögum kerfum eins og framvindurskráningin er alltaf bara mánuður, einfallega það er mjög mikið skráði í hjúkranarskráningin, en við getum það ekki. En eins og blöðin, sögublöðin, þau eru bara alveg endalaust. Sérðu tíma á sinni hérna uppi? Hann segir hvaða tíma við út að skoða. Það nær þá frá 2017, afriðlitið 1998. Það er fyrsta skráningin hérna fyrir þessu.
Og sjáum við eitthvað, ef þú skrifar hiti þannig leita, hiti bara. Sjáum við hringana hérna líka. Það segir hvað hún fann viðkomandi orð. Það er bara snert og það farið 2014 að hann hérta að... Þetta er náttúrulega næsta Já, þetta er komið Hvernig ákveður þetta stefir í næsta skrift sem leitur um tíma fyrir? Hérna segir, og ítar á töluna hérna 4 og á myndi. Já. Lettur í gegn. Er þetta? Takk fyrir